F.A. Stóra menn og litla menn, já, alla tegundir við bara sjá. F.A. Sumir ynga íþróttina en vilja bara horfa á. Heiðar Halldórsson, hvað var ég, vinstri innherji á skýrslunni? Já, hægri púlpa. Hann var aldrei í vörnarstöðunum. Ég heiti Dýri Guðmundsson. Góðan daginn, Pálmi Sveinbjörnsson heiti ég, vinstri innherji. Daniel Pétursson heiti ég. og hvað spilaðu? Ég spilaði frammi. Viðframherji, já þetta. Hvað hérna hjá þig? Þú var bara bakvörður. Nei, ég var með honum. Þú varst bara... Onni, hvað spilaðu þú? Varstu Hafsend? Ég var Hafsend. Með Dýra Guðmundssoni. Ég heiti Jón Vítalín Hinriksson. Svo raka nýjum menn á og til. Þau eru þarna beittir neðan. Ómar Hansson heiti ég. Ég var alltaf settur í mark. Var það út að þú varst eitthvað lélugur frammi eða? Ég var svo lélugur hlaupa. Ég heiti Magnús Björn Brynjólfsson og ég var vinstri bakvörður í þessu liði. Þessu tíma. Ég heiti Ásgeir Arnbjörnsson og var á miðjunni og á vinstri kantinum. Það var þjálfarinn. Ég veit að maður leitt þetta. Það maður af. Ég heiti Leifur Helgason og ég var miðframherji. Rólegur, það var alltaf þannig í gamla daga. Þegar ég kom út þá voru blaðasnákarnir alltaf tilbúinir og þá sagði ég þeir eru alltaf verið innan sem hafa gaman að þessu. Og þess að síðan, veit ég, það er búin að vita hvað ég spilaði. Var ég númer 9 eða ekki? Já, ég var svona svo 10 í Hólunni. Og nafnið? Friðleifur Barði Kormáksson líka. Nei, ólítið. Já, Logi Ólafsson. Hvað spilaðu? Herðu, í þessum tíðnefndarleik þá spilaði ég frammi, kom inn á sem sóknarmaður. Hvernig er minningin í samband við þennan leik? Hún er bara ljúf, nema aðstæður voru ekki góðar og við þurfum að bíða lengi til leiknum og það dró svolítið úr stemninguna bakvið að hún skyldi frestað í sí og eitt en þegar aðeins kom þá var náttúrulega komið fram í miðjan nóvember og það dró svolítið úr svona stemningu kringum þetta. Þetta er mjög sár minning, við töpuðum leiknum en við vorum á aldrinum 17-22 ára liðið þannig að þetta var mjög góður árangur. Þannig að þið voru svona sáttir með þannig árangurinn en þessi leikur, hann fer í minningabókina fyrir hvað var? Hvar? Já, hann fer náttúrulega í minningabókina fyrir það fyrst og fremst að þarna náði F.A. svona tímabóta árangur og það var að fæðast í Hafnarfirði lið sem að síðar var eftir þetta lið og síðan er þetta búið að vera einn sólarsaga í Hafnarfirði á knattspyrnuvelli. Þakka fyrir Logi. Ásamlega. Það sem er minnisstæðast frá knattspyrnuferlinum er það að Viðar Halldórsson er leikjahæsti dómari á Íslandi og hann hafði vitað því að brosa alltaf á réttum tíma. Þannig að hann slapp alltaf einhvern veginn við gula og rauða. Já, en svona förum aftur í tíman og tökum þennan leik hérna 1972, 45 ár síðan. Þið áttuðu séns á bikar. Já. Hvernig er svona í minningunni þessi leikur? Þetta er eins og hérna, þetta er eins og bara heimskautafararnir. Þetta er bara kuldi sem er minnisstæðast. Og það er í alvöru, þetta var skelfilegt. Þetta var kuldi bara? Já. Af því að þetta náttúrulega, en sko við vorum að spila við lið sem var mjög gott. Það var bara sanngjarnt úrslit og allt það, en maður man eftir þessu veðri og þessum aðstæðum. Já, en manstu, svona ég truflaði aðeins, manstu eftir andstæðingunum sem slíkum, hverjir voru að spila fyrir Vestmannaeyjum? Það voru bara toppmenn, það voru bara, það náttúrulega yngstur þeirra var náttúrulega Ásgeir, hann var að stíga sín fyrstu spor, en svo höfum við alla kongana í Eyjum, Haraldur og Þórður og Óskar Valtýsson og Valur og Friðfinn, þetta voru
Ólafur Sigurðsson. Þeir voru gríðarlega gott fótboltalið. Takk fyrir þetta.